Þá komum við á fjórða dagskrá, Hafnarstræti göngugatan, sumarlokum frá júní til ágúst og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Ástöku bæjarfulltrúi og Halla Björk Hermundsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 8 í fundargerð skipulagsráðs frá 12. mars síðastliðinn. Það sem lagt var fram við minnisblað þar sem settir fram nokkrir kostir varðandi tímabil og lokun gatna í miðbænum sumarið 2025 og byggist á reynslu síðasta sumars og fyrirliggjandi óskunum stækkun lokunarsvæðis. Við fengum inn til okkar sviðstjóra Guðríði Friðriksdóttur, sviðstjóra umhverfis- og mannvirkjasviðs og Steindór Ívar Ívarsson, forstöðumann viðhalds í umhverfis- og mannvirkjasviði sem kynntu ástand yfirborðsefna á göngugötunni. Skipulagsráð tekur jákvætt í að göngugötunni verði lokað frá 1. maí til 30. september vegna slæms ástands yfirborðsgötunar og komu skemmtiferðaskipa á þessu tímabili. Skipulagsráð leggur jafnframt til við bæjarstjórn að hún samþykkja gerðveri breyting á verklagsreglum fyrir tímabundnar lokanir gatna sem felur í sér lengingu á tímabili lokuna til samræmis við það. Ráðið leggur jafnframt til að setta verði þungatakmarkanir á götuna og að notkun nagladekkja verði bönnuð. Meiri hluti skipulagsráðs felur skipulagsfulltrúi í samstarfi við umhverfis- og mannvirkjasvið að vinna að útfærslu þessa. Varðandi hugmyndir lokun á hluta skipagötu þá felur ráðið skipulagsfulltrúi að senda fyrirliggjandi tillögur til hagsmunaaðila við götuna og óska eftir áliti þeirra. Svona aðeins til þess að fara nánar út í þetta, við lokuðum sérst í 3 mánuði síðasta sumar. Það var aðeins kannaður hugur rekstraraðila, reynda fengum við ekkert svakalega mörg svör en hún var svona mestuleyti jákvæð viðbrögð við þeirri lokun. Í framhaldinu var rætt að það var ósk nokkra þeirra að það yrði lengt í báðum megin við lokunartímabilið, maí og september til þess að koma til móts við skemmtiferðaskipa til bæjarins sem okkur fannst góð hugmynd, sérstaklega í ljósi þess að gatan er illa farin og það því minni umferð sem fer götuna því í raun betra. Í framhaldinu þá fannst okkur líka, eða umræðan í skipulagsráði var þannig að okkur fannst sjálfsagt að það yrði settar á hana þungatakmarkanir. Að við stærri bifreiðar væru bannaðar eða akstur stærri bifreiðar og við værum þá að miða við 3 tonna heildarþunga. Svo fór umræðan á flug og okkur allavega nokkrum fannst tilvalið að banna líka notkun nagladekkja. Það sem að það er snjóbræðslukerfi á götunni og við erum ofta að keyra á malbygginu að vetrarlagi og naglarnir tæta auðvitað mest upp í þannig skilyrðum. En þetta er komið til umræðu og afgreiðslu. Þakkum bæjarfulltrúi og Halla Björk Hermundsdóttir að stjórna fundinum. Já, takk fyrir það og til máls tekur bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjargar Jósefsdóttir. Ágætu bæjarfulltrúar, mér líður pínu eins og ég sé að byrja upp á nýtt þar sem ég hef ekki mætt að bæjarstjórnarfund síðan í apríl á síðasta ári, en hér er ég mætt. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Höllu Björk fyrir góða yfirferð þetta mál, en líkt og hún fór yfir, þá er núverandi ástand þess hluta Hafnarstrætis sem í daglegu tali er vísað til sem göngugötu, þannig að það veldur eiginlega ekki umferð vélknúinna ökutækja. Líkt og kemur fram í minnisblaði dagsettu 13. febrúar 2025 sem lagt var fyrir umhverfis- og mannvirkjaráð 18. febrúar 2025. En þetta má allt saman finna á VF Akureyrarbæjar og kom einnig fram í fréttamiðlum. Mér finnst þú kannski þurfa að ræða tvennt hérna, meðal annars endurbæturnar og svo framtíðarsýnina. Ef við byrjum á endurbótum að þá er talið að ekki sé hægt að hafa umferð á götunni vegna umfangsmikilla endurbóta sem þarf að ráðast í. Ég get ekki betur skilið en svo að það sé ekki gert ráð fyrir þeim í fjárhagsáætlun til 3 ára.
En skemmdir eru komnar í snjóbræðslukerfi þar sem hellur hafa skemmst. Það ekki lengur hægt að viðhalda götunni og fara þar við þessar allsherjar endurbætur. Líkt og við vitum var göngugatan hönnuð einungis sem göngugata. Hún var endurnýjuð árið 1982 þá með snjóbræðslukerfi en aldamótin var bílaumferð hleypt aftur götuna. Eða hleypt göngugötuna. Þá fyrst ekið á hellum sem síðan var skipt út fyrir Malbik árið 2009. Þó svo að þetta sé vistgata, þá setur þessi Malbikunapartur mjög afgerandi mark á að þar eigi bílar að aka og hinir eigi að vera á hellunum. En það líka ýmislegt merkilegt sem kemur fram í þessu minnisblaði og ég hvet alla bæjarfulltrúa til að kynna sér það, hafið þeir ekki gert það nú þegar. En áætlunum kostnaði endurbætur á göngugötunni 250 milljónir króna en endarlega tala ræðst að því hvort þar eigi að leyfa umferð vélknúnu ökutækja eða ekki. Ég held að við getum flest hér verið sammála að ásýnd göngugötunnar ekki góð eins og hún í dag og svæðið orðið frekar sóðalegt. En þá kemur að framtíðarsýninni. Það nefnilega líf í göngugötunni og það á líka við vetramánuðina, ekki bara yfir sumarmánuði þegar skemmtiferðaskip eru eða sól og kannski nokkra stiga hiti úti. Á síðustu aðventu stóð bærinn til að mynda fyrir jólatorgi á Ráðhústorgi. Það stendur til að bæta í þann viðburð eftir því sem ég best veit fyrir næstu aðventu. Við erum með leikvöll í Skátagilinu sem nýttur allan ársins hring og fólk kemur hér í skíðafrí með fjölskyldur sínar annars staðar af á landinu, svo dæmi séu tekin og líka frá Færeyjum. En þetta snýst ekki bara það að sitja út í sól og 20 stiga hita yfir sumarmánuðina, þó að það viðfar sér endar afskaplega sjaldgæft en kemur fyrir. Þetta snýst að ýta undir einhvers konar miðbæjarbrag án bílaumferðar. Það sem hægt að sitja, ganga, leika í öruggu og heilnæmu umhverfi. Það mjög lítið pláss fyrir gangandi vegfarendur göngugötun okkar og ég hef fundið það á eigin skinni síðustu 10 mánuði að reyna að labba þarna með barnavagn. Þetta er ekki bestu aðstæðurnar í bænum, þó svo þetta ætti vissulega að vera það. En það mitt mat að við ættum að loka fyrir umferð vélknúnu ökutækja allt árið kring að undanskildum P-merktum bílum, ökutækjum viðbragðsaðila sem og aðfeng komist til rekstraraðilega ákveðnum tíma dags. En það sérstaklega nauðsynlegt í þessu og þegar við ræðum þessa lokun, hvort svo sem tímabilið 3 mánuðir, 4 mánuðir eða allt árið, að þá nauðsynlegt að þessi kýrskýrt hvar P-merkt ökutæki megi aka inn í götuna svo einstaklingar geti sjótt sér þjónustu. Ég spyr bara ágætu bæjarfulltrúar, þurfa alltaf að vera bílar? Pínu óþolandi sko. En ég vil að við gerum umhverfi fallegra og sköpum skemmtilegan bæjarbrag og til að ná því markmiði ætla ég að leggja fram eftirfarandi tillögu. Jana Salóme Ingibergar Jósdóttir Vaflista leggur til að sá hluti Hafnarstrætis sem í daglegu tali vísa til sem göngugötu sé lokað fyrir umferð vélknúinna ökutækja allan ársins hring að undanskildum P-merktum bílum, ökutækjum viðbragðsaðila sem og að aðfengarekstraraðila komist að á afmörkuðum tíma dags. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibergar Jósdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að setja mig upp á móti því að lengja í þessari lokun. Ég held að verði nú sátt það. Þó svo ég sé persónulega ekkert með hrifin að því, þá snýst þetta samt ekki mig. En aftur á móti þetta með naglatekjum sem afar sérstakt. Ég veit ekki til þess að þetta hafi nokkuð staðar verið gert á Íslandi fyrr. Ég veit ekki eins og hvernig lög eru þetta, hvort þetta sé yfir höfuð bara hægt. Hver á að framfylgja þessu? Þetta hlýtur að vera alveg þaulhugsað hjá skipulagsráði. Það hlýtur að þurfa að ráða mann þarna því að lögreglan mun ekki sinna þessu. Svo skulum við ekki gleyma því að það eru allir túristar sem koma hingað í bæinn á nagladekkjum. Það megin þorri Akureyringa á nagladekkjum og þeir sem að sækja hana niður í göngugötu og á nagladekkjum eldra fólk oft á tíðum.
sem að þarf að vera á nagladekkjum og vill vera á nagladekkjum. Og ég held að þessi nagladekk sem við erum að tala um hérna skemmi ekki svona rosalega mikið eins og menn eru að tala um, þannig keyrt á inn á 10 km hraða, ég vilt á 5 km hraða. Þannig að mér finnst þetta mjög sérstakt að ætla að fara fyrst á Íslandi í einhverja svona aðgerð. Ég geti engan veginn stutt þetta. Og ég held að þetta sé svolítið bara vanhugsað og þurfi meiri umræðu árum göngu svona langt. Þannig að ég legg nú til að við förum ekki í þessa átt með göngugötuna strax. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið málsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir orð bæjarfulltrúa Hlyns að ég ætla ekki að setja mig upp á móti lenging lokunar frá 1. maí til 30. september 2005. Ég held að hann muni koma bara vel út og sammála þeirri lokun og ég hef trú á því að þau fyrirtæki sem í bænum munum bara taka nokkuð vel í það. Það sé alltaf einn og einn sem verður ekki ánægður. Það það yfirleitt þannig. Ég tek líka undir með þungatakmarkanir og þá verðum við bara aðeins að hugsa út fyrir boxið þau sem eru með svona stóra bíla og vonandi finnum við lausn á því. Þannig að ég ætla að kjósa með því. Hins vegar tel ég ekki alveg tímabært að banna nagladekk og þá sérstaklega séu með eftirfylgnin og þeir sem fylgjast með því. Ég sé ekki að alveg það gerast svona svo stannir í dag en ég held samt að varðandi það með ástand göngugötunar út í að það búið að koma hér nokkur sem fram að það sé ekki í fjárhagsáætlun en það kom þessi skýrsla bara út í ár. Þannig að það hefur verið mjög undarlegt að við höfum getað séð þetta fyrir. Þannig að þetta verður núna rætt í næstu fjárhagsáætlunum vinnu, hvernig getum farið þessa aðgerð og síðan þegar svo aðgerð búin þá hægt að endurskoða fullt af hlutum. Hvernig erum við að fara að endurgera hana? Verður hún kannski ekki fyrir bílaumferð? Erum við að fara að endurgera hana þannig? Eða erum við að fara að gera hana þannig að hún verður ennþá ökufærari? Við vitum ekki alveg, þannig að tímum komið ljós, þannig að ég held sé ekki alveg tímabært hvorki að loka alveg fyrir umferðinni átaki í nagladekkjum en við verðum samt að minnka umferðin svona þangað til að við gerum við hana. Þannig ég vildi gera grein fyrir mínum atkvæðum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og orðið lausn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, mér líst að mörguleiti vel á tillögu bæjarfulltrúa Jönu og hefði eflaust bara samþykkt hana ef við hefðum verið búin að taka bara einn hring kannski á samtali við hagaðila í miðbænum áður en við takjum ákvörðun hér og nú á bæjarstjórnarfundi án þess að hafa rætt þetta við hagaðila. Þannig að ég hef vilja bara þess vegna þessu hef bara verið vísað í eitthvað samtal og við myndum taka þetta bara fljótlega upp aftur eða fara í þessa framtíðar hugsun það hvernig við ætlum að haga göngugötunni. Eins og bæjarfulltrúi Heimir kom inn á að það þá skoðað í næstu fjárhagsáætlunargerð og þá þarf að vera búið að taka ákvörðun hvernig við ætlum að hafa göngugötuna og þá þarf bara að fara að byrja það samtal strax. Ef við ætlum að skoða þetta í fjárhagsáætlun næsta árs. Þannig að ég held líka bara eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á síðasta bæjarstjórnarfundi að við þurfum bara að fara að skoða allt þetta svæði í heild sinni og komum kannski betur að því bara í umræðu miðbæjarskipulagið á eftir. En ég ætla bara að leggja fram bókun fyrir hönd okkur bæjarfulltrúa Gunnars Más. Sunna Hlín Jóhannsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson óska bókað. Við erum opin fyrir því að skoða frekari lokun göngugötunar en aðeins að undangengnu samræði við hagaðila í bænum þar sem mismunandi sjónarmiðum stemt saman og þau vegin. Við teljum mikilvægt að taka ákvörðun framtíðarskipulag göngugötunar og svæðisins í kring svo umhverfis- og mannvirkjasvið geti hafið hönnun og ráðist í mikilvægar endurbætur. Vegna ástands á götunni þá nauðsynlegt að setja hana þungatakmarkanir og má benda á að allt land tíðkast að setja slíkar takmarkanir á vegi þegar þörf krefur. Við teljum hins vegar ekki raunhæft að banna notkun nagladekkja í þessari einu götu, hvorki það vara eftirfylgni né þegar kemur að því að miðla slíku banni til bæjarbúa og gesta. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og bæjarfulltrúar, ég veit að bæjarfulltrúi Sunna fyrirgefur mér það, ég ætla rétt að nýta við að því að við höfum ekki greitt atkvæði, það mætti kannski skilja það á bókuninni að við værum sko andvíg því að lengja lokun eins og við munum kjósum, en við erum það ekki, en þannig erum við að vísa til hugmynda sko, lokun allt árið kring, og ég svo sem tek undir með bæjarfulltrúi Sunnu að mín persónulega afstæði er bara jákvæð fyrir því að skoða það, en að við verðum að taka það með í samtali við fyrirtækja eigendur í bænum sem eru í þeirri vinnu allt árið kring að glæða staðinn lífi og svo tökum við þetta í einhverju framtíðarsýn fyrir göngugötuna. Takk fyrir. Fulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salome og Ingibjargar Jósefsdóttir. Ágættu bæjarfulltrúar, bara eldsnögt í bjóstur bara alls ekki við því að þessi tillaga er samþykkt, en sett hana kannski meira fram til þess að fá fram þetta samtal, því að mér finnst takmörkuð framtíðar sín vera fólkin í því að hleypa umferð á ónýta götu. Það kom fram í máli bæjarfulltrúa Heimis Árnasonar að við höfum fyrst verið að vita af ástandi götunar núna. Ég held að við höfum vita af ástandi götunar svolítið langan tíma og þetta hefur verið í umræðunni í bænum í þó nokkur lengri tíma en bara núna síðan í byrjun árs. Þannig að ég held, líkt á bæjarfulltrúi Sunna Hlín kom inn á, það sé nauðsynlegt að við förum í þessa vinnu þá samhliða fjárhagsáætlanagerð og svolítið mótum hvað við ætlum að gera við þennan götupart í bænum. Og svo vil ég bara minna okkur öll á það að rekstraraðilar eru ekki einu hagaðilarnir þegar að kemur að því að byggja upp miðbæinn okkar, heldur líka almenningur og gestir og börnin í bænum sem að eiga að fá að njóta umhverfis. Takk fyrir. Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur til máls Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta er slungjumál allt saman og áhugavert fyrir margara hluta sakir og er eiginlega einhvern veginn svona tvískipt í mínum huga. Við höfum verið að þróa þessa verklagsreglur tímabundnar lokanir gatna og það hefur breyst alveg gríðarlega viðhorf ef marka má þessa könnun RHA, viðhorf íbúa til þessar breytinga, hefur breyst alveg svakalega á undanförnum árum. Það er einhver þróun að eiga sér stað. Ég persónulega væri bara alveg fyrir mig og mín lífskeiði bara alveg til í að þetta yrði göngugata til frambúðar. Ég á sama tíma fagnandi að við séum að stíga bara enn eitt skrefið í jákvæðri vegferð. En svo sem er þá að lengja tímabilið, ég hefði mjög gjarnan vilja líka sjá þennan litla hluta skipagötunar verða lokað og þá sérstaklega til þess að auka á gæði útiveru og möguleika til viðburðahalds að sumarlagi. Mér finnst frábært og skemmtilegt framtak einkaaðila sem hafa verið að halda alls konar uppákomur og viðburði og skemmtanir á svæðinu sem að ég held að komi til móts við þarfir íbúa sem eru örugglega ekki svona flestir á þeim aldrei hérna inni að minnstakosti, en við viljum endilega væntanlega hafa gæði sem að henta ólíkum aldurshópum og ólíkum heimum. Þannig að ég vona að það verði, ég held að það sé eitthvað sem að geti verið bara svolítið skemmtilegt á þessu svæði. En svo einhvern veginn inn í þetta allt saman er þetta, það er búið að tala endurbætur á göngugötu og Ráðhústorgi löngu áður en ég kom inn í bæjarstjórn fyrir 7 árum síðan. Það hefur enginn hins vegar tekið af skarið ennþá og farið í það og auðvitað þessi skýrsla ástandið á göngugötunni sem að ég vissi ekki að væri svona slæmt fyrir en að þessi skýrsla kom fram en væntanlega hefur verið vitneskja ég get ekki ímyndað mér að þetta hefur komið alveg eins og þrjum ár heiðskíru lofti því að það er búið að
svona tjarsla í götuna nokkuð oft og komið meðal annars upp þessar skemmdir á snjóbræðslukerfinu og það eru þetta alvarlegt að sjá í þessari skýrslu að það er ekkert starfsfólk okkar sem gerir það að leik sínum að segja að yfirborð göngugötunnar sé svo slæmt að það er ekki lengur hægt að viðhalda umferð á henni án umfangsmikill að viðgerða. Punktur. Og þá er ég svolítið svona að spyrja sjálf mig og hvað ætlum við að gera ef að það er samþykkt hér í dag þá þetta lokunartímabil sem ég næstu vera svona önnur saga. Þetta eru eiginlega 2 sögur. En hvað ætlum við að gera þá 1. október þar á að hleypa aftur á ökutækjum? Mér finnst þetta vera viðleitni skipulagsráðs í rauninni svolítið svona á milli þess að ætla að þá lokagöngugutunni alfarið þar til að þá að lágmarki er búið að fara í þessa yfirlög á hvernig framtíðin á að vera. Það yrði náttúrulega rosalega leiðilegt ef að til dæmis snjóbræðslukerfin myndi eyðileggjast í miðbænum. Það myndi nú heldur betur draga úr gæðunum og það er svona þessar áhyggjur bæði af nagladekkjunum og þunganum og ég get ekki betur síðan á tillögum skipulagsráðs að það hefur verið svona einhver viðleitni til að einhvern veginn að koma til móts við það ástand. En ég enga síður að því að ég hef aðeins spurst fyrir þetta þá skilst mér að það nægi ekki eitt og sér. Það að segja bara að takmarkað þungaumferð og nagladekk myndi ekki nægja til þess að það væri án umfangsmikill að viðgerða hægt að hleypa umferð aftur á götuna. Án þess að verulega hætta sé á því að, eða bara, allan eins og það er lagt upp með, eða bara þá mun þetta bara eyðileggjast. Þannig ég er svolítið hugsið yfir hvernig eigum við að nálgast þetta og það er ánægilegt að heyra það sem bæjarfulltrúi Heimir segir hér að þetta þurfi að, svona í ljósið þessara skýrslu, þurfa að yfirfara þetta og tryggja fjármagn væntanlega, ef ég var að skilja það rétt, til þess að fara í þetta. En það þarf að gerast svakalega rætt, þið vitu hvað þetta tekur stundum langan tíma, allt saman hjá okkur. Og síðan er þessi spurning, 250 milljónir og manni finnst líka einhvern veginn synd að fara í það án þess að liggi fyrir bara einhver svona heildar sýn á hvernig viljum við þá hafa þetta til næstu áratuga og það hlýtur að vera grundvallamál á að vera bílar eða ekki á þessari götu. Það er svolítið erfitt að taka ákvörðun hönnun og uppbyggingu hennar án þess að sú ákvörðun einhvern veginn liggi fyrir. Hvernig ætlum við fyrst og fremst að gera þetta? Þetta er allt einhvern veginn mjög svona óheppilegt. En þannig að mér finnst þetta bara, það eru bara svona kostur og gallar við allt, ég er líka ágætlega sátt við það því að ég er ekki bara eins og aðri bæjarfulltrúar hafa nefnt, ekki bara fyrir mig, ég er einhvern veginn að rauna að hugsa eitthvað svona heildar samhengi hlutina og fyrir utan ástand götunar þá hefði ég bara verið mjög ánægð með þetta skref að lengja þetta tímabil. En ég bara sé ekki ennþá lausn í sjónmáli á því hvernig hitt allt á að vera og kannski þarf maður bara eitthvað að bíða aðeins þolinmóður eftir því að sjá viðbrögðin því við höfum tíma þá fram á 1. október en núna er komin 18. mars, framkvæmdir þyrftu að hefjast helst bara í maí og það þarf þá aldeilis að bretta upp ermar og setja af stað spretthópa og svakalega vinnu ef það á að ákveða að fara í eitthvað alvöru þarna. Og það er líka synd að ætla að fara að eyða 20 milljóna eða jafnvel 100 milljóna í eitthvað sem er vanhugsað eða er ekki alveg eins og við myndum vilja sjá þetta inn í einhverja framtíð. Þannig að þetta er bara leiðindamál, þannig séð. En sama tíma alveg jákvæmt skemmtilegt. Af því að ég er ekki alveg þar að miðbærinn sé eitthvað, ef maður horfir bara austan megin framarlega í götunni þá er hún mjög falleg. Og svo hefur orðið mjög skemmtilegu hluti á leiksvæðinu. En ég er sannfærð að við gætum gert betur og þetta myndi einfalda hlutina ef við gætum aðeins sest yfir þetta. Þannig að ég allavega, það er greinilega ekki stemming fyrir þessu nagladekkja máli og það sem að ég hef allavega ekki fengið upplýsingar að það gagnist við það að vernda götuna, þá er það svona svolítið sérstakt.
en vissulega eðileggja nagladekkin meira en hinn, en það ekki nægilegu viðbrögð til þess að verndi götuna eins og þyrfti, þannig ég einhvern veginn í vafa, með það. Til að Jönu Salóme, mér finnst hún góð fyrir mig persónlega og talsverðan hóp, en ég myndi kannski segja svolítið eins og bæjarfulltrúi Sunna nefndi, stígum þetta skref núna en förum líka og tökum ákvarðanir. Og núna hreinlega búið að neyða okkur til þess, vegna þess að hvað sem við gerum þá þarf að fara í hressileg útgjöld á þessu svæði og það hlýtur að þurfa að taka eitthvað ákvarðun áður en til þess kemur, af því annars sittum við þetta uppi með það að götunni verður einfallega bara lokað vegna ástands. Þannig að einhvers þarf einhvern tíðan að taka ykkur ákvörðun. Ég ætla að leggja fram bókun sem svo hljóðandi, svo til að skipulagsráðs að verklagsreglu fyrir tímabundna lokanir gatna fyrir umferð vélknúin og ökutækja enn eitt skref í ákværi þróun. Vonandi verður einnig vilji til þess að loka litlum hluta skipagötu á sama tímabili, en það gæti þá ekki gæði útöfur og möguleika til viðburðarhalds að sumarlagi. Hins vegar yfirborð göngugötunar orðið það slæmt að ekki lengur hægt að viðhalda umferð á henni án umfangsmikilla viðgerða. Verði slíkum viðgerðum ekki lokið fyrir haustið, erfitt að sjá hvernig hleypa á umferð ráknúna ökutækjum götun á ný án þess að hægt sé við því að til að mynda snjóbreiðslukerfi en eyðileggist enn frekar. Löngu tímabært að fara í allsherjar endurbætur á göngugötun og Ráðhústorgi á grundvelli heildar sínar fremur en að reyna í sífellu einhvers konar bútasaum með minni háttar lagfæringum. Tryggja þarf nauðsynlegt fjármagn til að svo geti orðið. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar aðeins að koma inn á þetta með skipagötun og lokunina þar. Ég hefði gjarnan viljað sjá að þessum aðila hefði verið gefið séns á að loka beintur í framan sikkur með við þannig staðsinn. Einhverja 4 helgar í sumar þegar gott veður til þess að fá einhverja reynslót og sjá hvernig þetta kemur út. Ég tel að það eitt ekki að skaða einn en einn þó það er gert með skömmu fyrirvara. En svo langar mér líka aðeins að bæta við þessi nagladekk. Ég vona að fólk gerir sér líka grein fyrir því að þeir sem að keyra vörur í allar þessar verslanir þannig í göngutinu, allir á nagladekkjum. Og stundum nú gatan bara þannig að hún bara hæf bílum á nagladekkjum því að snjóbreiðslukerfið hefur ekki undan. Svo finnst mér ótrúlegt að heyra að gatan sé svona svakalig. Ég keyrði það nú bara í fyrra kvöld. Þetta er töluvert betri gata heldur en þjóðvegur 1 á milli Akureyrar og Reykjavíkur. Það enginn að tala um að banna nagladekki að loka þeim vegi. Þannig ég held að við þurfum ekki alveg að fara á límingunum svona hérna 1 og bingo í bæjarstöðinu út af þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson lokið máli sínu, orðið laust, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það var líka bara áhugavert að heyra í þeim bæjarfulltrúum sem eru fylgjandi að banna þessi nagladekk, hvort að það sé einhver hérna í þessum hópi, en þeir allan ekki láta í sér heyra. Varandi skipagötuna þá var eins og ég skildi en skipulagsráð ekki búið að taka neina ákvörðun það heldur átti að eiga samtal við rekstraaðila sem eru þá á þessum bút skipagötunar sem ræðir. Þannig áður en að væri tekin endalega ákvörðun lokun á þeim hluta skipagötunar þó að það hefur verið töluverð umræða hvort það ætti ekki fara að gera þetta að einstefnugötu. En ég er bara að pæla, ég er ekki með neina tilbúna tillögu en við vorum að ræða þetta bara á mínu vinnustað í dag og fólk var ætlaði bara að hringla með þetta endalaust og taksa umræða endalaust, geti ekki bara tekið ákvörðun hvort að eigi að leyfa að keyra þessa göngugötu eða ekki. Og ég held að hefðu tilfinningunum við sem ekki tilbúin að taka það ákvörðun 1, 2 og bingo núna og viljum taka eitthvað samtal, hefði ekkert verið sniðugt bara að vísa sér skipulagsráð og veturinn tekin í að vinna það bara og taka endalega ákvörðun, þannig við stöndum ekki hérna á hverju ári og ræðum þetta. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jana Salóme Ingibjörga Jósefsdóttir.
Ágætu bæjarfulltrúar, ég er bara orðin svo ruggluð að ég gleymdi að lesa bókunina, þannig að ég ætla að lesa hana sem ég hef ákveðið að bóka fyrir þetta mál. Og reyndar erfitt, forseti, þar sem að það er ekki búið að greiða atkvæðum tillögum mína, en ég reikna með á tali flestra hér að hún verði ekki samþykkt. Það er að leiðandi ætla ég að leggja fram þessa bókun eins og til að hann verði ekki samþykkt. Því bara láti mig sækja námskeið í fundarsköpum en ég óska þó bókað því ljósi ástand þess hluta Hafnarstrætis sem í daglegu tali vísa til sem göngugötu tel ég ekki forsvaranlegt að halda áfram að leipa umferð vélknúin og ökutækja í gegn. Þá tel ég einnig að það sé gott fyrir blómlega bæinn okkar að loka fyrir umferð vélknúin og ökutækja allan ársins hring. Ég fagna þó lengingu á tímabili lokunar til að farsælt skref þó ég hefði viljað ganga lengra. Það er bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjörga Jósefsdóttir lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Elma Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara skemmtileg umræða sem er búin að eiga sér staðið hérna. Ég ætla bara að koma upp til að gera grein fyrir atkvæðið mínu, en ég mun greiða atkvæðið með lengingu opnunar. Mér finnst það bara frábær tillaga og þunga takmarkunum, en ég er ekki alveg á sem nagladekkjum, svona 1, 2 og 3 sé ekki alveg hvað það á að færa okkur. Og tillaga bæjarfulltrúa Jana Salome er frábæra mínu mati, en mér finnst við þurfa að ræða hana betur eins og er búið að koma fram hérna, en ég heldur séum öll nokkuð sammála þetta. Þetta er eitthvað sem þarf bara að gerast hægt og rólega, en ekki of hægt kannski, eins og hefur líka komið fram. En ég tek líka pínu undir með Lini, ég held að ástandi sé ekki það, ég er ekki sjálf búin að fá kynningu, en ég held að við þurfum ekki að drífa okkur svona rosalega þessu, við þurfum klárlega að fara að vinna þessu, gerum þetta vel og í sátt við bæjarbúa og versluneigendur og aðra sem að koma að þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Elma Eysteinsdóttir lokið málsins, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég verð nú að viðurkenna rótgróna íhaldsemi mína, eða ég veit ekki hvort það er fortíðarþrá eða hvað, það eitt að tala að loka göngugötunni, það svona setur að mér pínu hroll við það, því ég var nú vanur að keyra hérna rúntinslingin loksins þegar mamma rak mig í bílprófið sem konum seint tónum síðir. En ég viðurkenni þau rök sem hér hafa komið fram fyrir því að hafa hann að lokað allt árið. Ég sjálfur greiddi því atkvæði við bönnuðum nagladekkin. Í og með var þetta eitthvað trikk til þess að spila á sjálfa mig, því að ég nú nagladekkja kall og eins og bæjarfulltrúi Hlynur hefur bent á, þá eru við 90% nagladekkja bær. Þannig að ég sem rúntarinn myndi kannski fara að íhuga það að fara af nagladekkjónum yfir á einhver vetradekk sem ég er sagt að séu jafnvel jafngóð á nagladekkin, ég veit það ekki, og kannski myndi það flæða yfir á aðra bæjarbúa þeir færa að íhuga það. Já, ég fæ ekki að fara í gegnum miðbæinn, þannig að elskulega miðbæ, nema ég fari af nöglunum mínum, ég veit það ekki. Kannski er ég að klóra, kannski, en þetta var svona ein hugmynd, ég viðurkenni það líka, eins og Hlynur bæjarfulltrúi benti á, að ég átta mig ekki alveg á því hvernig við ætlum að framkvæma þetta nema þá, eða fylgja því eftir, nema þá að setja upp skilti eða eitthvað í þeim dúr, sem ég held að sé alveg reynandi, og ég held að þetta hafi verið í okkar valdi, og sé í okkar valdi að setja svona reglu. Mér minnir að það hefði komið til umræðu okkar fundi í skipulagsráði og verið, já, við höfum komist að þeirri niðurstöðu að þetta væri í okkar valdi. Annað sem mig langar til að víkja hér að er í sambandi við lokun skipagötunnar. Við erum að tala hennar part frá Páli ljósmyndara að Túngötu eða Vís. Ég ætla að rifja upp að fyrir einhverjum árum þá var Þráinn Lárusson með veitingastað þarna á horninu. Hann setti út stóla sem að raðaði mjög þröngt meðfram húsvegnum og hann var rekinn inn með þessa stóla. Þannig eins og hér hefur komið fram að það var að vera töluverð viðhorfsbreyting. Núna erum við komin alveg út í hina öfgina. Maður sem er þarna á sama horni, nú fær hann að loka gangstéttinni þannig að gangandi, yfir sumartímann, þannig að gangandi þeir komast ekki þar hjá nema að fara út á götu. Ég hef gert við það athugasemd og þá var mér bent á að þetta væri vistgata
sem þýðir væntanlega það að það maður þó keyra yfir gangandi eða fara út á götu. En ég get engan veginn samþykkt það að við förum í að loka þessum parti án þess að tala við þá sem þarna eru með rekstur í kring, og ég tel það líka að við getum vel haft ánægju af þessum stað án þess að loka, en athugum málið fyrst, rétt eins og með lokun göngugötunnar, könnum málið, athugum hvað þeir segja sem þarna er í kring, en vitaskuld ættu við kannski að spyrja bara alla bæjarbúa því að þetta varðar okkur öll. En alltént, ég fellst á þau rök sem hafa komið hér fyrir lokun göngugötu, ég tek undir það sem hefur komið fram okkar umboð til nagladekkja og að það sé kannski langt seilst að reyna að banna þau, en ég vil engu að síður gera tilraunina og sjá hvort að ég fari af nagladekkjum yfir á vetradekk. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, Loki Málsson, næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Mér langar aðeins að staldra við þessa ástand á göngugötunni. Bæði bæjarfulltrúi Hlynur og bæjarfulltrúi Elma nefna að þau hafi ekki trú á því að þetta sé svona slæmt. Og fyrir okkur liggur minnisblað frá starfsmönnum umhverfis- og mannvirkjasviðs og ég tel mikilvægt að ef að það leikur vafi á því að þær upplýsingar séu réttar, að það sé leiðrétt til snarasta, vegna þess að það er graf alvarlegt ef ekki farið með rétt mál að hálfu starfsfólks bæjarins. Í þessu minnisblaði stendur: yfirborð göngugötunnar er orðið það slæmt að ekki lengur hægt að viðhalda umferð á nán umfangsmikilla viðgerða. Snjóbræðslukerfið er farið að skemmast þar sem að allar hellur hafa þynnst og losnað vegna mikillar umferðar og aldurs. Það kemur fram að það þarf að skipta yfirborðsefni og snjóbræðslurör til að tryggja langtíma endingu götunnar. Það þurfa að endurnýja lýsingu og rafmagnskapla við Ráðhústorg þar sem stærsti hluti ljósa er óvirkur og ljósin ónýt. Pollar eru ónýtir og malbyggi orðið sprungið með holum og hanna þarf löglega lokun á svæðinu sem uppfyllir öryggiskröfur. Það er farið yfir þennan kostnað við þetta. Það er talað hækkanlegir pollar eru ónýtir og malbyggi orðið sprungið og með holum. Hellur farnar að gliðna í sundur og losna vegna mikillar umferðar yfir svæðið. Þar sem hellurnar eru orðnar skemmdar, munu þær áfram valda skemmdum á snjóbræðslurörum ef ekkert er aðgert. Hellurnar á svæðinu eru allar að losna, þunnar og sprungnar. Þær liggja beint á snjóbræðslurörum og engin sandur er lengur á milli hellna og röra sem eykur hættina á enn frekari skemmdum. Þar sem bílaumferð fer svæðið er röðunum því stöðugt að verða á meiri skemmdir. Mikið sig er í hellum sem skapar hættu fyrir gangandi vegfarendur, einnig hafa myndast miklar sprungur sem eykur hættuna og skemmdina á snjóbræðslukerfinu. Hellurnar eru að losna og eru einfaldlega orðnar uppburar, líkt og margt annað á göngugötunni og Ráðhústorgi. Malbygg sígur, hellur brotna og þetta liggur allt undir skemmdum. Nauðsynlegt er að fara í tröppuviðgerðir, lýsing er ónýt á Ráðhústorgi og þarfnast endurnýtingar. Búið er að skemma staura og luktir sem notaðir eru sem öskubakkar og lýsing í kringu torgið ónýt. Ég verð bara að segja allavega eins og er að það skiptir okkur miklu máli sem kjörna fulltrúa að við fáum rétt gögn. Ég stendi þeirri trú að þetta séu rétt gögn. Ef einhver minnsti vafi, eins og komið hefur hérna fram, er á að þessi gögn séu ekki rétt, þá óska ég eftir að þau verði leiðrétt. Vegna þess að eins og þetta er lagt fram fyrir okkur, þá er ástandið bara gríðarlega alvarlegt. Og við erum að fara að verða fyrir miklu tjóni og tómu vesenni. Og ég er allavega ekki reiðubúin að stroka bara yfir gögn frá sérfræðingum og umhverfis- og mannvirkjasviði án þess að fá þá bara þá leiðréttingu sem að ræðir. En þetta eru gögnir sem við höfum í höndunum. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnin og gefa mér orðið.
Til málstekur bæjarfulltrúi Hallbjörg Reynisdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara takk fyrir hressilega umræðu og ég held alveg nauðsynlega. Ég veit ekki alveg hvað ég á að byrja en það kom fram hjá bæjarfulltrúa Sunnu að við ættum kannski að vísa þessu til frekari vinnslu til skipulagsráðs og við værum ekki alltaf að taka þetta hérna inni og hjá fleiri bæjarfulltrúa kom það kannski fram. En ég held að það sé bara ágætt. Ég held að það sé bara ágætt að við tökum þetta spjall hér. Við erum hérna í bæjarstjórn til þess að ræða ýmis mál, við getum tekið þetta upp aftur og þetta má alveg koma aftur á dagskrá. Þannig að það kom, held ég fram hjá bæjarfulltrúa Hildi Jönu að þetta væri einhvers konar viðleitni hjá skipulagsráði sem alveg rétt. Við erum að reyna að stíga einhver varfærin skref í átt að því að mögulega tökum við í framtíðinni endalega ákvörðun þetta verði bara göngugata. Og eins og þetta mál lítur út fyrir mér að þá hef ég sannarlega lesið þetta minnisblað sem er búið að vitna hér í og ástandið er alvarlegt. Við erum ekki búin að gera ráð fyrir þessum upphæðum í fjárhagsáætlun. Þannig að við þurfum að gera eitthvað þanga til og við þurfum síðan að setja þetta á dagskrá og hérna forgangsraða með öðrum hætti heldur en við kannski gert í okkar fjárhagsáætlun í dag. Þannig að eftir því sem að ég fekk upplýsingar að þá stendur til að setja spundislítla hérna yfir miðjuna og það verði hægt að hleypa hérna umferð á. Þannig að við erum ekki alveg að brenna inni en við þurfum að fara að vinna hratt og örugglega því að ákveða hvað við ætlum að gera, vinna svo markvisst að því og setja þetta á áætlun. Í mínum huga þegar ég svona notaði þessa götu kannski aðeins meira þegar ég bjó hérna niður í miðbæ að þá hefur þetta kannski aldrei virkað sem einhvers konar vistgata vegna þess að leið og kemur bíll til norðurs, sem er akant til norðurs, þá alla getur mætt honum á hjóli, hvað þá með barnavagn eða eitthvað slíkt. Þannig að þú þarft að fara upp tröppur öðru hvoru megin eða það eru bílastæði. Þannig að þetta hefur aldrei verið kannski hugsað alveg þannig að við gætum öll verið þarna og allir haft nóg pláss og það væri meir en einn á ferðin í einu sko. Þannig að kannski er svo hugmynd að bara gatan sé bara ekki nógu breið til þess að vera með vistgötu. Kannski verðum við bara að fara allar leið í göngugötu. En mér finnst við skulda bæði okkur og bæjarbúum og aðeins meiri undirbúning á þeirri loka ákvörðun okkar. Það liggur fyrir að það er búið að gera hönnun, liggur fyrir einhver hönnun frá 2020, það sem er verið að gera svona tilraun til þess að gera þetta allt aðeins skemmtilegra og hugulegra og það hefur verið unnið að því í Skátagilinu meðal annars, sem er alveg svakalega vel heppnað og við hefum gert svona pínulítið af því, við erum aðeins byrjuð. En ætlum við að halda áfram, ætlum við að breyta því eitthvað og þetta snýst kannski umræðan hérna og það er svona mikilvægt að fá þessa umræði hérna fram hjá okkur í dag að því að við þurfum að vera að breytast og ég tek undir með bæjarfulltrúa Jóni Hjaltarsyni vegna þess að ég tók einmitt þátt í að vera á rúndinum hérna í den og mér þótti það bara og ég er naglamannskja og ég er ein af þeim sem samþykkti í skipulagsráði að það væri bara fínt að prófa þetta, bönnum bara naglana. Það fær einhverja til að hugsa, já, kannski, þú veist, ég kemst í göngugötuna því ég er á nöglum, kannski ætti ég að fara að hugsa einhverja aðra leiði fyrir mig og mína. Kannski ekki. Við erum ekki að fara að setja einhverja verði, það stendur ekki til. Eða eftirfylgnin væri þannig, það yrði þá bara mestalagi yrði sekta fyrir að leggja bíl með nagladekkjum í götuna en að öðru leiti væri ekkit fylgst sérstaklega með því. En 80-90% af fólki fer eftir reglum. Það bara er nóg að láta það vita af því. Þetta er bannað. Ég ekki legg þá bara og fer í aðra götur og labba. Þannig að mér finnst það allt í lagi tilraunarvirði. Ég heyri sannarlega hér að svo til að verði felld og bara allt í lagi með það. Þetta er ekki mér hjartans mál. Ég nota sjálf nagladekk. Þannig að það snýst ekki það. Mér fannst þetta bara viðleitni í að benda fólki á það eru aðra lausnir. Og kannski svona umhverfislega, kannski ættum við að fara að taka þessi skref sem að við sem eldri þá erum og erum föst í einhverjum vana við að nota bara alltaf nagladekk að við færum kannski að hugsa öðruvísi. Og ég þar með talin. Þannig að
bara takk fyrir að ég orðaði þetta ágætlega hérna áðan að það var stemmingin í skipulagsráði og það var kalla eftir hér að einhver myndi kannski koma fram sem að hefði samþykkt þetta og það eru þá sem sagt við 2 hérna úr skipulagsráðinu. En hvað varðar sko að taka ákvörðun lokun allt árið sem að bæjarfulltrúi Jana Salome kom hér með áðan, þá tel ég bara að við séum ekki komin alveg svo langt í vinnunni, að það sé kannski ekki tímabært að sinni, en við þurfum að fara ganga hraðar í þessum málum og þetta sé þá einhvers konar viðleitni að lengja tímabilið og svo tökum við vinnuna áfram inn í skipulagsráði. Þannig að ég ætla að lesa hér upp bókun fyrir hönd fulltrúa L-lista, D-lista og M-lista sem hljóða svo. Við teljum að í ljósi í ákvarðar reynslu og lokun göngugötunnar yfir sumarmánuði á síðasta ári. Næsta skref vera að lengja það tímabil til samræmis við komur skemmtiferðaskipa til bæjarins. Frekari lokun þarfnast meiri undirbúnings og sé ekki tímabil. Takk bæjarfulltrúi Höllu Björk Viðarsdóttir fyrir, gefin aftur stjórn á fundinum. Takk fyrir það, orðið laust. Það sem fleiri hafi ekki hvatt sér hljós, þá ber ég upp hérna og nú ætla ég að reyna að vanda mig. Tillögu bæjarfulltrúa Jönu Salome Ingibjargar Jósefsdóttur fyrst lokun allt árið, þeir sem geta samþykkt að gefa merki. Það er 1, þeir sem á móti. Það er 7, eða ekki? Þeir sem sitja hjá eru þá 3. Þá er komið að tillögu skipulagsráðs að breyting verði gerð á lokunni og hún verði lokuð frá 1. maí til 30. september. Þeir sem geta samþykkt það gefur merki. Það eru öll. Það var það næsta tillöga. Þeir sem geta samþykkt að þungatakmar sem miðast við 3 tonna heildarþunga verði settar á göngugötuna gefur merki. Það eru öll. Og þá kemur þetta skemmtilega. Þeir sem geta samþykkt að óheimilt verða að aka göngugötuna á nagladekkjum gefur merki. Það eru 2, þeir sem eru á móti. Það eru 7, teljarnir mínir, 7 og 2 sitja hjá. Takk fyrir það.